Heil og sæl og velkomin að græna borðinu. Það vettvangur sem nokkrir gamlir fjölmiðlamenn hafa skapað til að bregðast við skorti á víðtækri, stöðugri og ítarlegri umræðum umhverfis, loftslags- og náttúruverndarmál. En slíkri umræðu ábótavant á mörgum miðlum, svo ekki sé nú minnst á fjarveru þess mikilvæga málaflokks á sjálfu Alþingi. Nú, græna borðið á skjól hér á Samstöðinni og í dag sendum við út 10. þáttinn og hér eru mættir góðir náttúruverndarar. Við hitum upp fyrir græna göngu núna næstu daga og í næsta þætti líka og græna gangan verður farin á vegum allra helstu náttúruverndarsamtaka landsins þann 23. apríl næstkomandi á sumardaginn 1. og farin frá Arnarhóli klukkan 1:30 og þess vegna hefur fengið til okkar góða gesti og við ætlum að líta tilbaka og horfa fram á veginn í umhverfis- og náttúruvernd. Hver staðan og hvað hefur gerst og hvað til bragðs? Og með mér Guðmundur Hörður Guðmundsson, umhverfisfræðingur og fyrrverandi formaður landverndar og einn af upphafsmönnum grænu göngunnar. Og með okkur eru líka forvígismenn 3 umhverfissamtaka sem koma með í grænu gönguna og það eru þau Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavina, Stefán Jón Hafstein, formaður nýlegra samtaka sem kallast Aldin gegn loftslagsvá. Og það hreyfing fólks sem komin á 3. aldurskeiðið. Og svo Lára Sólveig Lefort Scheffer, forseti ungra umhverfisinna, sem þá fólk á 1. aldurskeiðinu. Og Lára líka ungumenna fulltrúi Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum á sviði loftslagsmála. Verið velkomin og þið eru líka öll ýmist umhverfisfræðingar eða að klára umhverfisfræði, það þannig. Hérna Guðmundur, mig langar að byrja á því að byrja þig að líta aðeins tilbaka af því að þú skipulaðir græna göngu 2013 Já. Og það kom 5.000 manns. Já, eitthvað svo les. Það var metið þannig, þetta væri það bil 5.000 manns. Já. Og krafan var að hlífa náttúru Íslands. Hver voru viðfangsefni náttúruverndar þá og hvernig hefur þetta breyst? 2013? Já. Það var náttúrulega, við vorum búin að fara í gegnum frekar svona erfiða tíma þarna í tíð vinstri stjórnarinnar sem var þá. Þar var mjög hart keyrt á stóriðju á Bakka og að Þeistareykjavirkjun yrði reist, jarðhitavirkjun, þar sem var svona skerðing á víðernum og þess háttar. Þetta voru svona stórumál vinstri stjórnarinnar, hún ákvað líka að fara í olíuleit og þess háttar. En síðan var sem sagt gengið til kosninga og í þeim kosningum var nánast eingöngu rætt efnahagsmál og skuldamál heimilina og þess háttar og Framsóknarflokkurinn kom fram með leiðréttinguna, svo nefndu, og öll umræða var það. Svo lauk kosningunum og Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur mynduðu ríkisstjórn og þá var bara farið á fullt í virkjanaumræðu og mjög svona harða stefnu hvað það varðaði. Og okkur svona brá svolítið hvað allt í einu orðræðan var orðin grimm, sko. Og menn ætluðu sér mikla hluti. Þá var til dæmis að ræða að reisa álver í Helguvík, þótt að það væru allir sem vissu að það var ekki til orka í kerfinu og það væri það væri ekki hægt að virkja fyrir þetta álver. Það tæki svo mikla orku, raforku. Þannig að, já, það var svona ákveðin það ótt í fólki upp á þetta að gera, þess að bara upp á orðræðu stjórnvalda. Þannig að við vildum svona reyna að gera eitthvað til þess að veita henni mótvægi og það var sem sagt niðurstaðan þessi að fara í græna göngu og við veltum lengi fyrir okkur hvernig hún ætti að fara fram og það var ákveðið við myndum bara koma okkur fyrir aftast í fyrsta maígöngu bara eins og fólk hefur gert í gegnum tíðina, friðarsinnar og jafnréttissinnar og fleiri og við sem sagt nýttum það tækifæri og svo var spurningin hvernig við ætlaðum að gera hana græna og þá komum alls konar hugmyndir eins og græn blís og hitt og þetta en svo stakk einhver upp á fánum og það vildi svo skemmtilega til að það var þarna ein í hópnum sem átti smíðaverkstæði og bauð okkur bara í heimsókn í fánagerð. Þannig að við settum saman 1000 fána á einni kvöldstund sem mjög skemmtilegt. En þannig að þetta var í rauninni svona
grunnurinn í samfélaginu sem að því að við fórum í þessu göngu 2013 og svo fundum við meira þess að aftur seinna í maímánuði það sama ár fyrir utan stjórnarráðið þar sem mættu rúmlega 1000 manns. Ég myndi aftur með græna fána til þess að því að þá hafði þáverandi forsætisráðherra Sigmundur Davíð gert lítið úr sko fólki sem var að skrifa umsagnir rammaáætlun, sagði þetta væri svona copy-paste umsagnir frá náttúruverndarsinnum og það væri ekkert að marka þetta. Og þá náttúrulega fauk svolítið í okkur líka, þannig að við mættum þá aftur fyrir utan stjórnarráðið og afhentum honum allar þær umsagnir útprentaðar sem að voru skrifaðar fyrir hönd náttúruverndar í það skiptið. Já, ég man þessi. Þannig við vorum svona aðeins að reyna bara vera mótvægi við þessa einhlíða umræðu sem var þarna í gangi. En orðræðan, hefur hún eitthvað breyst? Nei, og já, kannski ekkert mjög mikið, sko. Og að sömuleyti til hins verra, sko. Og mér finnst, einmitt, sko, þessi ríkisstjórn sem að setja nú við völd, hún endurspeglar ofsalega þessa stemningu sem var í ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks 2013. Að menn eru með ofsalega stórar yfirlýsingar hvað þeir ætli sér að gera. Og taka illa við umsögnum eins og til dæmis atvinnuvegaráðherra þegar umsögnir bárust laxeldismálið. Að þá allt í einu var það orðið eitthvað alþjóðlegt samsæri lá við, sko. Þannig að þetta endur, mér finnst svolítið svona spegilmynd, þessi ríkisstjórn af þeirri sem var 2013. Og það er svolítið skrítið að ríkisstjórn Viðreisnar, Samfylkingar og Flokks fólksins sé í rauninni bara alveg að sama meiði og ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks fyrir rúmum 10 árum síðan. Já. Það svona, ég hefði alltaf trúið því, sko, áður en ég sá það. Og þess vegna kannski fann maður að það var svolítið farið að fjúka í fólk. Þannig að það var bara að gera að við látum í okkur heyra. Já. Stefán, þú manst eftir þessu. Já. Orðræðan lítið breyst. Hvers vegna? Ég er bara ekki sammála þessu. Hún hefur ekkert lítið breyst. Það er allt fullt af fólki eins og okkur. Það var það þá líka. Það var það líka. Já. Og það var það þá líka, en við náttúrulega okkur hætti til að einblína svolítið á þessa frekur áðamenn, en í jarðvegurinn er mjög frjór núna held ég fyrir náttúruverndarfólk og umhverfissinna og kannski vegna þess að það var rosalegt áfall eftir síðustu kosningar. Það var svona bara gjaldþrot Pírata og Vinstri grænna og þeir bara komu út með 0. Þannig að það var svolítið áfall í því, en sko ég vil aðeins fínstillaði Guðmundur, af því að ég var að hugsa þetta sko fyrir þennan fund við grænaborðið. Sko ef þú tildir á stjórnarsáttmála núna, þá er hann ekkert slæmur varðandi umhverfismál. Ef þú tekur svo áherslur, ræður, áætlanir nokkur mál, þá eru þau ágætt. Verndarsvæði hafa verið komin á dagskrá sem ekki voru. Líffræðileg fjölbreytileiki áætlunum er komin á dagskrá. Það er búið að segja já við endurheimt votlendis, það er ekki byrjað, en þó það er komið og það er komin það er komið á sko dagskrá og borð ríkisstjórnar og inn í þjóðaröryggisráð að veltirhringrásin amokkreppan sem gæti orðið vegna loftslagsbreytinga og raun og veru eitt líf á Íslandi ef allt fyrir að versta vega á þessari öld. Sko þetta er komið á dagskrá, þetta er komið inn á borðið. Komið á dagskrá, en og ég hef lesið greinar eftir umhverfisráðherra þar sem hann talar einmitt þetta hringrásar. Veltirhringrásina og þessa miklu hættu sem okkur stafar að því öllu saman. En akkurat þá á sama tíma að skera niður til dæmis útgjöld til loftslagssjóðs sko marga milljarða. Nú ætla ég að koma hér og ég var ekki alveg búinn. Fólk getur sagt alls konar hluti. Já, og það eru vondar fréttir núna og það eru glænýjar og mjög slæmar því að þau gera ekki allt sem þau ætla að gera. Til dæmis meðhöndlunar á rammanum er ekki góð, það er bara alls ekki gott. Viðbrögð atvinnuráðherra og áætlanir í sjókvíaeldismálum er algjörlega út úr korti. Og bara viðbröðin og talsmáttin er fyrir neðan allar hellur. Eins og hjá Sigmundur Davíð, 2013. Já, það bara er þannig. Og síðan er það sem eru vondufréttirnir og það eru hurfu á föstudaginn var, þá var tilkynnt sko, sem ég ætla ekki að reyna einu orðum að, það eru niðurgreiðslur á jarðefnaeldsneyti til þess að við keyrum landið í sumar til að vinna gegn verðbólgu í 2-3 vikur. En það er atvinnustefna ríkisstjórnarinnar sem ekki fengið neina athygli, hún var birt samtímis, það var enginn að spyrja út í hana og ég er búinn að skoða hana og ég er ekki búinn að greina hana en ég er þó búinn að skoða hana og bera sama við umsögn loftslagsráðs og það er ekki falleg lesning.
alls ekki. Og þessi atvinnustefna ríkisstjórnarinnar er sko risavaxin, maður hikaði að nota orðið svo bömmir, en hún er það. Miðað við þangað til að við fáum meira sem nánari útskýringar og við munum krefja ráðamenn þær. Þetta er 20. aldar iðnaðar kjaftaði sem er fært í 21. aldar talsmáta. Þá langar mig að spyrja strákar, nú er ég að spyrja. Kursi með þessu. Þú varst bara að taka undir allt sem ég sagði. Já, þetta eru 5 af 10. Þetta eru 5 af 10 sem Lára, er ok. segðu mér langar svolítið að vita, að því akkurat þetta sko þetta er ungt fólk við stjórnvölin sem er að stýra þessari skútu, en það er akkurat eins og Stefán segir að keyra mjög gamla stefnu, bara einhverja tónlist sem við heyrðum. Ég man eftir þessari stefnu þegar ég er bara 20 á annarri öld. Og þess vegna er líka mjög áhugavert að sjá að því að við vorum svo mörg þarna árið, 5.000 og svo bara var engin vand að hóa í 1.000 til þess að mæta við stjórnarráðið af því einhvern ráðherra var að fara með vitleysu og núna síðan í síðustu kosningum þá úthýsum við nánast umhverfis og náttúruvernd út af Alþingi með atkvæðin okkar og mín spurning er, sko, ungt fólk, er það fjarlægast náttúruvernd en þó að því manni fannst það eftir þessar kosningar, nýjar kannanir sína yngsta fólki bara kýs einkabílinn og langt til hægri. Hvernig tilfinningu hefur þú fyrir þessu í ungum umhverfisinu? Hvernig gengur að færa út fagnaðar erindi við fallegri framtíð? Já, bara mjög góð spurning. Ég meina stutt svar væri já. Ég finn líka fyrir því að ungt fólk hefur minni áhuga á umhverfismálum. En samt sem áður einhvern veginn ekki. Þetta er aðeins flóknara svar. Því að ungt fólk hefur alveg áhuga á umhverfismálum. Það gerir sér kannski ekki allt grein fyrir því að það hefur áhuga á umhverfismálum. En það hefur áhuga á öllum málum sem að umhverfismál hafa áhrif á. Og þar að leiðandi hafa þau allavega óbeint áhuga. Mér finnst það líka auðvitað að hafa áhuga á náttúrunni og þú veist það er bara mjög mikið það að ungt fólk sé mikið í fjallgöngum og mikið í útivist en ég held að finnst umhverfismálin svo flókin og það er svo flókin orðræða og það nota svo mikið á ótrúlega flóknum hugtökum að þetta er ekki aðgengilegt málefni fyrir ungt fólk og ég þekki fullt af ungu fólki sem er ofboðslega flott og hefur áhuga á að sinna starfi ungra umhverfisins og allt þetta en færi sér svo frekar í að vera í ungmennaráðum í öðrum samtökum eins og ungmennaráð Barnaheilla, ungmennaráð UNICEF, allt þetta af því það er bara miklu einfaldara einhvern veginn sem málefni það er ekki svona ofboðslega flókin orðræða í kringum þetta og á sama tíma er það svona meira trendy að við nota enskriðslettir. Það var bara miklu meiri stemming fyrir því að vera umhverfisinni þegar Greta Thunberg var að mótmæla Fridays for Future og þá var ótrúlega auðvelt að fá fullt af ungu fólki til þess að koma og vera með í mótmælunum en auðvitað þreytist fólk á einhvernum tímapunkti sérstaklega að það upplifir svo vanmátt og það sé ekki vera að hlusta á það og taka því alvarlega og þá færir það sig kannski frekar í einhver málefni þar sem maður upplifir að það sé aðeins meira að hlusta á það er svona aðeins auðveldara að gera breytingar þar þannig ég held að það sé svolítið svona það sem ég upplifaði rótin af vandamálinu það er fullt af fólki sem hefur áhuga en svo kemur það kannski inn í unga umhverfisina í smá og svo bara einhvern veginn dettur það út það veit ekki alveg hvernig það getur raunverulega haft áhrif eða það upplifir að það get ekki haft áhrif og það fer þá frekar eins og í ungmenna pólitík bara eins og í ungir jafnaðarmenn og allt þetta af því að það upplifir að það getur haft beinari áhrif þar Getur verið og þá kannski er það eitthvað sem þú getur svara Valgerður af því þið hjá Hvalavinum hafa nú aldrei verið að hjóla í fjármagnið getur verið að sé líka ótti við að vera að hamast í valdinu, peningunum og þeim sem stýra kannski litlum viðkvæmum samfélögum, það sé erfitt. Ég held að spila alveg örugglega inn í bara eins og hjá okkur öllum. Þú veist, við vitum alveg að við búum í rosalega litlu samfélagi að leið og við förum að berjast í svona málefnum sem að auðra valdinu og auðmagninu, þá erum við komin á vissan lista og það eru alveg við störf sem að við göngum ekkert í af því að við höfum þessar skoðanir og erum opin
með þær. Ég veit samt ekki alveg hvort að ungt fólk hugsi mikið út í það eins og mér finnst kannski meira ábyrrandi að ungt fólk sé að taka minna þátt bara í stjórnmálum og pólitík yfir höfuð, hvort sem að það í umhverfismálum eða öðru og ég veit ekki nákvæmlega hvað veldur því hvort þetta sé bara einhver þreyta í samfélaginu eða þau upplifi bara sé ekki hlusta á þau eins og Lára segir en ég hef miklar áhyggjur af því og ég hef líka áhyggjur eins og við myndumst á hérna áðan þá eru ég og Stefán Jón núna nemendur saman upp í HÍ í umhverfis- og auðlindafræði en sko hérna það ekki nógu mikið af ungu íslensku fólki með okkur í náminu. Meiri hluti þeirra sem í náminu af erlendu bergi brotin og bara þeirra draumur út af því að það ennþá svolítið trendi bara á meginlandinu í Evrópu sérstaklega að vera í umhverfismálum og hvað þá að koma til Íslands og læra umhverfis- og auðlindamál. Þetta bara draumur að rætast hjá þessum krökkum og þau eru öll að vilja gerð en við vitum bara að þessi þekking sem að þau eru að afla sér hún mun ekki skila sér í Íslands samfélag. En við vorum nú hérna á afmælishátíð þessa náms, hvað var það, 20 ára afmæli, þetta umhverfis- og auðlindafræði í háskólanum og það var aldrei farið yfir ferilinn og hæstvirtur fjármálaráðherra ávarpaði sem fyrrverandi prófessor við þennan kúrs og núverandi, hann bara í fríi að stjórnarlandinu og sko það var mjög merkilegt að skoða, það voru svona myndir af fyrrverandi nemendum og Guðmundur sjálfsagt þekkir þetta sko, að þarna hafði komið mjög fjölbreyttur hópur sem nú komin út í samfélagið í alls konar bara í alls konar hlutverkum inn í fyrirtækjum, stofnunum og hjá hennu opinbera en ekki bara og þannig að mér fannst þetta hafa skila sér svolítið merkilega þarna en þetta rétt á þér, það ekki í þessu námi endilega ekki nógu mikil ásókn, ég sé að vera að auglýsa núna en sko það sem að alveg rétt það sem Lára segir sko þetta svo flókin mál, ef þú ætlar að gleypa allan heiminn, ég skrifa bók sem heitir Heimurinn eins og hann það þarf, og það kosti ekki nema sprot af í heilli bók, skiljum 250 síður og ef maður ætlar að koma einhverju að til að útskýra samhengi hlutana í löngum máli, þá þurfum við að sitja inn í 4-5 klukkutíma og við erum bara búin að taka toppinn á ísjakanum en þannig ég vil vera að hugsa þetta og það kannski mitt markmið núna eftir að maður hættur á framabraut og reynir að vera á skilningsbraut hvernig náum við að skipuleggja umræðina umhverfismálin þannig að það náði til fólks og skiljist. Fyrsta leið alveg óbúðslegt áreita á fólk og þau eru flókin það rétt en við þurfum að skilgreina held ég markmið sem hægt að ná. Tökum dæmi. Hálendisþjóðgarður. Hvernig í fjandanum var hægt að fokka því upp? Það snýst nú bara alveg. Það flókin umræða. Það rosa flókið. Sko, ég veit til dæmis ekki stöðnismæður þess frumar sem hann lá fyrir hálendisþjóðgarð. Nei, ég man ekki hvernig það var en hugmyndin hálendisþjóðgarð, einhvers konar verndarsvæði svo einföld í raun og veru í grunninum. Og svo marg gerð og mikil vitneskja til hvernig svona garðar eiga fólk gera. Sko, við erum ríkasta þjóð í heimi, við erum hamingjusamasta fólk á eftir finnum í heimi. Við erum í efsta sæti á velsældarvísitölu Sameinuðu þjóðanna, en við getum ekki verndað landið okkar. Það var nú meðal annars, sko, það var náttúrulega þetta sveitarstjórnarmenn snýrust upp á móti þessu á sínum tíma. En þeir eru 5. Já, ég ekki að segja að það réttlæti þetta hafi ekki tekist. En svo sko voru mjög stórir útivistahópar sem að gátu ekki staðið bak við þetta því að þeim fannst sko útfærslan á þessu mjög bagaleg. Og mér fannst útfærslan á þessu frumvarpi mjög bagaleg á sínum tíma meðal annars vegna þess að það átti bara að leyfa virkjanaframkvæmdir innan þjóðgarðsins. Til hvers þá að stofna þjóðgarð. Og ef fólk á ekki að fá að njóta þú veist, ljósmyndarar, fólk sem keyrir á jeppum, fólk sem að hjólar og þess aftar, allt í einu var það orðið á móti þjóðgarði. Þannig að ég held að við getum að stofna þjóðgarð, en það þarf bara að fara öðruvísi að, heldur að ríkisstjórnin gerði á sínum tíma. Ég held að það sé lærdómurinn, sko, og þá það mjög merkilegu lærdómur, en því að grunnhugmyndin svo frábær, og hvernig hægt að fokkinu upp stúdía, en það gerðist, og ég sammála því að voru ótrúlega margir smáhagsmunir sem náðu að sameinast gegn. Já, fólk fann ekki óttaðist það að þetta væri eitthvað skonar ómikil lokun á það frelsi sem fólk hefur haft. En þetta alltaf þetta limbo. Hvernig á að ná einhvern veginn sko samtali og sátt vernd og svo aftur nýtingu og
þetta hugarfarsbreyting eða hugarfarsbylting bara? Er þetta alltaf vistvöxtur versus hagvöxtur? Hvað finnst þér? Hvað segja ungir? Sko, mér langaði aðeins rétt svo áður en ég svara því að koma inn á eitt sem að Vala og Stefán nefndu, að ég er ekki sammála því að það sé mikið af útlensku ungu fólki í masternum hana í umhverfis- og auðlindafræði skilir sér ekki í íslenska kerfið af því að ég upplifi það að nú er þetta annað ári í röð sem að helmingur stjórnumanna í umhverfisinum er að erlendi bergi brotið og mikið af þeim annarkvort í því námi eða hafa verið í því námi og þau eru bara að fylla þessa hólu sem að íslenska unga fólkið er ekki að fylla í og þau eru að gera gríðarlega mikla vinnu og þau hafa mjög mikinn áhuga að vernda íslenska náttúru. Þau eru náttúrulega bara yfir sér hrifin að því hvað hún er gullfalleg, ennþá meira, þú veist, taka hana miklu minna einhvern veginn til eða svona, þú veist, þau taka hann ekki sem sjálfsam hlut. Já, ég var alveg fundið það á þeim, sko, fólkið. Já. Og mikið af þeim eru bara að læra íslensku og eru svo áfram og eru að vinna í öllum þessum stofnunum sem eru að vinna í umhverfismálum af því þetta er einmitt aðeins meira svona trendy og hot topic í Evrópu og ég finn bara að það er líka bara menningamunur. Það er fleira ungt fólk, annars það nú hef ég búið til dæmis bæði í Hollandi og Noregi og það er ungt fólk annars þar í heiminum sem hefur bara miklu meira áhuga á að vinna sjálfboðavinnu og að vera aktífir í sínu samfélagi heldur en íslenskt fólk. Vitið þið hvernig fjörurhreinsun á Íslandi er fjármögnuð? Strandhreinsun, tína plast. Það er núna svona, það eru erlendi sjálfboðaliðar sem borga með sér. Þetta er okkar framlag til að reynsa Ísland, að fá erlenda sjálfboðaliða sem borga með sér til að reynsa plast úr fjörunum. En hversu lofa við höfum þau? Það er svo sannlega að skila sér fyrir íslenska náttúru. Svo er nú ekkert allt gefið bara ef að fólk fer að læra umhverfisfræði, sko. Ég til dæmis tók þátt í stofnun félagsumhverfisfræðinga á sínum tíma þegar ég var nýkomin úr námi í Edinborg og þar kynntist maður mörgu frábæri fólki, velmenntuðu og kláru. Nú sér maður bara orðið mjög marga úr þeim hópi vera farin að vinna fyrir sko orkufyrirtækin og hin og þessi samtök sem er að vinna að hagsmunum þessara stóru fyrirtækja. Þarna er náttúrulega bara ótrúlegu peningur. Já, og keyptu álitin. Já, og mér sýnist bara að þú veist, þessi fyrirtæki hafa náttúrulega, það er komið sko 8 smásölu fyrirtæki. Það við þurft að skipta upp öllum þessum stóru fyrirtækjum eins og Orkuveitu Reykjavíkur og ekki Landsvirkjun heldur, Hitaveitu Suðurnesja og fleiri fyrirtækjum. Þannig að það er, sko, ég held að þessi her sem er að vinna að, til dæmis bara virkjanamálum, af því að ef við tölum þau, að hann er orðinn svo stór og vel menntaður að ég held að það sé líka bara að fara að hafa svolítið áhrif á umræðina og það að fólk einhvern veginn kemur ekki alveg nógu sterkt, ekki eins sterkt inn í náttúruverndarumræðinu áður, sko. Að þetta er bara orðið mjög stór iðnaður í Ísland. Ég fæst með tilfinningu fyrir orkuiðnaðinu núna og ég fekk fyrir bankageiranum fyrir hrun, sko. Er það, já? Hann tútnar út, menn eru með ótrúlega stórar hugmyndir, þú veist, það er bara að tala um endanlega vöxt og svo sko, menn er ekki bara ekki heiminn undir sig, heldur til dæmis Orkuveitan nýbúin að skrifa undir vilja yfirlýsingum það að safna raforku úr geimnum, held ég. Þannig að það er svona komnið alls konar hlutir sem að minna mann orðið á, sko, bankakerfi fyrir hrun, sko. Jú, en það og þarna, og þar inni ennablaða þetta hæfileika ríka og vel menntaða fólk sem að kannski sem er búið að mennta sig í þessum geira en er kannski ekki að sinna endilega náttúruvernd eða umhverfisvernd. En sitið þið hjá ungum og veltið fyrir ykkur hvernig náum við bara massanum með okkur? Bara af hverju er ekki allir framhaldsskólar fullir af aktivistum í umhverfisvernd? Og þess vegna erum við orðin mun virkar á samfélagsmiðlum heldur en áður að því við vitum að unga fólki er á TikTok og Instagram og allt þetta. Finnst þið miðflokkurinn? En já, þetta er mjög erfitt en mér finnst sko það sem er mikilvægast í þessu gagnvart ungu fólki, við erum náttúrulega þau sem erum mjög virkar á samfélagsmiðlum og endalaust áreiti sem að kemur inn allt sem er í gangi í heiminum sem að náttúrulega gera mann virkilega þreyttan og maður upplifir einmitt vanmátt en allavega það sem að ég passa að gera þegar ég er að tala þessi málefni, allavega opinberlega, er bara að minna ungt fólk á hversu mikið umhverfismál tengjast öllum hinum málunum af því að við höfum ekki, þú veist, þetta capacity til þess að hugsa allt þetta í einu og nú er kannski einhver risastór stríð í gangi allt sem fólk hefur virkilega miklar áhyggjur af þannig að það er bara mikilvægt að fólk átti sig á því að það er ekkert að fara að hætta
og það svo sannarlega að fara að verða verra ef við dílum ekki við umhverfismálin. Þannig að þú veist, við þurfum bara að tengja, húsnæðismálið tengist umhverfismálum, öryggismál tengist umhverfismálum. Það alveg óbóðslegt áreiti og ég er út af öðru verkefni sem ég undirbúa núna í þessari viku, bara hugsa býtu, hvernig nær maður fókus í þessu samfélagi? Það alveg óbóðslega erfitt að ná í gegn og koma einhver á framfæri og hreyfa ná þessum vendipunktum í umræðu og framkvæmdum mjög erfitt en það þarf ekki að ná öllum í það er einhver krítiskur massi sem það þarf. Eitt sem að ég held að við verðum bara átt okkur á því að setja okkur svona raunhæf markmið og mælanleg sem hægt að ná og ná fólk í kringum. Ég nefndi þetta með hálendisþjóðgarðinn. Hvalamálið í raun og veru unnið, þjóðin á móti því sko. Og það virðist ekki skipta miklu máli. Það virðist, já, það auðmagnið hefur samt einhvern veginn náða. Já, og síðan hefur náttúrulega sko, baráttan að Seyðisfirði svolítið mögnuð. Hvernig þeim hefur tekist að endalaust að hamra járnið og ná að skipuleggja sig. Bara, þau eru svolítið, það er mikill lærdómur þar hjá þeim. Og ég held að við þurfum að setja okkur nýja strategi. Já. Það bara þannig. Þetta tala alltaf hugarfarsbreytingu, hvaðan hún að koma? Hún næst með því að gera eitthvað sem að er mælanlegt og merkjanlegt og skiptir máli. Og vinna meira saman líka. Já, það er svona... En erum við ekki líka alltaf að vinna með gömul og ónýt verkfæri og leyfum okkar stjórnarherrum að gera það? Er ekki orðið bara mjög hættulegt orð hagvöxtur? Þurfum við ekki að fara að tala vistvöxt og þekkja það hugtak. Einu sinni var leyfilegt að reykja í bíóm og böngum, það má ekki lengur. Þið veitir, við getum alveg vanið okkur á og af alls konar. Það er eiginlega það sem ég er að tala varðandi hugarfarsbreytingu. Hvað við telja eiginlega, hvað þarf helst að breytast til að ná þessu jafnvægi? Hér er dæmi. Græningjar í Bretlandi á gríðarlegu flugi, allt í einu. Það gerðist nokkrir hlutir í einu í Bretlandi sem ákaflega áhugaverðir fyrir okkur að horfa á. Fyrsta leið kemur þessi alveg fáránlegi öfgahægri flokkur í form sem eru hálffasistar að mörgu leyti og fara að vekja fólk virkilega til umhugsunar sem að nú sé hægt á ferðum. Svo tekst verkamannaflokkunum eftir einhvern allstærsta sigur allra tíma að klúðra sínum málum algjörlega. Með hverju? Með því að ber ekki hag almennings, það er að segja lífskjörin, bera þau ekki fyrir brjósti, alltaf í einhverju öðru. Græningjarnir koma, eru búin að vera að ströggla mjög lengi, alltaf bara út frá umhverfismálin, og sem eru skipt, þau eru það mikið að vera í Bretlandi sem þarnast nú tiltektar. Svo tengja þau við lífskjör. Þá allt í henni fara á flug, fyrir utan að þau fá almennilega talsmann. Skiljið, það er 1, 2, 3 mælikvarðar og allt í henni fer alltaf stað. Og þeir eru orðnir í mörgum kjördæmum, stærri en verkamannaflokkurinn, og það er ný könnun sem var að segja frá í Guardian, sem í dag, sem bara, þeir myndu fella 3 eða 4 lykil ráðherra í stjórn verkamannaflokksins eða þeir eru kosið í dag. Græningjar. Samfylkingin ætti kannski að hlusta þetta. Ég er að tala við samfylkingum. Þetta snýst líka persónutöfra, sko. Svo nefndir þennan nýja forma. Að þú veist, þetta breytist ekkert mjög mikið í málflutningunum, en allt í henni var bara þetta komin einstaklingur sem hafði þennan hæfileika að ná til fólks. Og þetta er bara alveg eins og pólitíkin hérna heima. Ég meina, Katrín Jakobsdóttir var ofsalega vinsæl. Kristrún Frostadóttir var ofsalega vinsæl núna. Þannig að það er bara, við erum svolítið drifin almenningur í því að finna okkur leiðtoga. Við lifum líka á svona sjúkum leiðtogatímum þar sem að heilu þjóðirnar eru. Mjög eðlilega, sjúkum leiðtogatímum, það eru maður sjúk í leiðtogar, en við erum sjúk í leiðtoga, raunverulega, líka. En það þýðir allavega að fólk er tilbúið til að veita þessu málstað, brautagengi, ef að það finnur sig í sama liði og eitthvað leiðtogi. Og það tengi sig við raunverulega verkefni. Og er það náttúruverndin svolítið að sættast með og vera samstiga frekar en klofin varandi loftslagsmál versus náttúruverndarmál? Er þetta ekki alltaf sama samtalið eins og þú ert að tala um? Þetta er bara eitt hefur áhrif á annað. Var ekki í
Bútan, þar sem að umhverfisráðuneytið er öflugasta ráðuneytið og hefur áhrif á öll hinn ráðuneytin, heilbrigðismennta. Bútan mælir ekki hagvöxt, Nei. heldur lífskjör. Já, víst. Velsæld. Já, velsæld. Við ættum að Það er taka alltaf þetta til tekið fyrirmyndar. sitt dæmi og það er alltaf verið að reyna að berja. Ég meina það eru kúrsa, Daði Már Kristófersson hefur kent þessa kúrsa upp í háskóla. Hagvöxtur mælir ekki velsæld, hann veit það. Hann veit þetta. Já. Hann veit þetta mjög vel Og hann veit óskup vel hann Daði og Kristrún veit það líka, það á ekki að niðurgreiða jarðefnaeldsneyti sem þau eru að gera núna, þau vita það. Og ég verð bara að segja að þetta er með því versta sem eru við séð og þau eru búin að setja sjálfsög upp að vegg með svona vitleysum aðgerðum og nota ekki tækifæri með kílómetragjaldinu að fara yfir í að þrýsta okkur neytendur, ég er ennþá dísilbíl, þrýsta okkur yfir í annars konar samgönguform, þau mista því tækifæri og það voru aftur fámennishagsmunir á bakvið það sem eðalögðu það mál, kílómetragjaldið er eiginlega á móti loftslags. En er þessi ríkisstjórn líka ekki í hróplegu mótsögn við sig sjálfa alltaf þegar hún er að tala þessi orkuskipti versus síðan að virkja allt í drasl og ná í alla mögulega orku sem hægt er fyrir gagnaver sem er ekkert eftirlitskerfi í gangi fyrir og ekkert verið að ræða það hvort það er verið þak á því, það er bara biðröðin verður afgreidd og við vitum ekki eins og hvað er í þessum gagnaverum. Ég bara hugsa, er ekki svolítið Jekyll and Hyde? Þú segir eitt og gerir annað. Það er ekki bara þversögn í því. Mér finnst líka óbáðslega mikil þversögn núna að því nú vinn ég fyrir alþjóðleg samtök sem heita Fossil Fuel Treaty og er að berjast fyrir útfösun jarðefnaeldsneytis á heimsvísu og ég er búin að vera að vinna sem verkefnastjóri í því hérna á Íslandi og mér finnst ótrúlega mikil þversögn fyrir því að við erum að tala fyrir orkuskiptum og öllum alþjóðlegur ástæðnum sem við förum á loftslagsástæðnum tölum við það að við viljum fasa út jarðefnaeldsneyti og stöndum með þeim ríkjum. Svo er núna fyrsta alþjóðlegar ástæðnan í því að fasa út jarðefnaeldsneyti, hún verður núna í lok apríl í Kólumbíu og Ísland er eina Norðurlandi sem er ekki búið að boða komu sína. Eina. Og umhverfisráðherra vildi ekki einu sinni hitta okkur þegar við vorum hérna á Íslandi. Er umhverfisráðherra? Fyrir ekki, umhverfisráðherra. Já. Ég er ekkert búin að gefast upp á þessa ríkisstjórnu þegar ég er að minnast á þetta því ég treysti því og þess vegna er ég að tala til dæmis Kristrún og Daða út af þessum máli að ég ber mikla virðingu fyrir þeim og þetta er ekki elskuvinaskjall að ég þekki það ekki persónulega. Við rétt kingum koll ef við hittust. En þú ert náttúrulega í þeirra flokki og bara það er allt í lagi. Nei, annað er í mínu flokki sem ég stofnaði með öðrum. Það er allt í lagi. En það má. Málið er þetta, þau vita betur og það er það sem er svo vont við þetta og svo faraði með baki upp að vegg við þessar mjög flóknu og erfiðu kringustæður og það er núna, ég hefði ætlast til þess að þau hefðu staðið þess svona veður af sér. Þetta er líklega klárasta og greindasta fólkið á Alþingi, þessi tvö. Og þau eru með þekkinguna, fræðilega. En það er búið að lemja pólitíkina algjörlega í kant. Pólitíkin, og það var nú eitt af því sem var bara mín niðurstaða þegar ég var að skoða þessi mál og skrifa þau. Kerfið okkar ræðir ekki við þessi vandamál. Þau eru bara á flókin. Ég ætla nú samt aðeins að ég veit að ég ætla að vera aðeins devil's advocate að þessi ríkisstjórn, hún á ekki samtal við það eru 50 umhverfisverndarsamtök í landinu. Þessi ríkisstjórn á ekki samtal. Að segja góða frétt. Já, það getur vel verið að sé búið að koma á fundi núna en það er ári síðar og það er annað sem ég fannst eiginlega óhugnalegast, talandi hálendisþjóðgar sem þarf eiginlega bara að komast á koppinn strax og er alveg skelfilegt að skuli ekki verið í umræðinu þannig. Það er að þjóðlendurnar okkar eru einhvers konar rassvasabókhald inn í forsætisráðuneyti sem er algjörlega galið og skrifstofstjóri ráðuneytisins heldur ráðstefnu framtíð þjóðlendna. Náttúruverndin er ekki boðið að því borði en framkvæmdastjóri Bláa lónsins er boðaður að því borði. Hvað ef að því nú er þetta bara fyrirtæki á markaði, það verður selt og það er einhverjir erlendir aðilar sem að kaupa það, ég bara segi það svona því það er mjög ekstrím dæmi, verður hringt í það fólk og mætir það til þess að hanna umgjörð þjóðlendna. Við erum á rosalega hættulegum stað þegar stjórnvaldi er að fara að haga sér svona.
Algjörlega, hvað? en ég ætla að Er segja ekki í ykkur lagi? góða fréttina að því að Aldin og fleiri umhverfisverndarsamtök fengu bréfi síðustu viku frá umhverfisráðinu Já. sem boðar fast form samræðu og samráð við okkur öll frá og með næsta mánuði. Já, Guð láti kosta við. Já. Já. Þið eru svo óbúslega kaltæðir, sko, ég er ennþá benskur. Þá skulum við ekki líta svo að það verði tekið tillit til þess sem við höfum að segja. Sko. Nei, en Nei. við Ég sko, vann á við einu sinni í umhverfisráðuneytinu og það voru reglulegi svona fundir á þeim tíma. Já, Þannig að ok. þeir ráðherrar sem voru þá, þeir áttu reglulega fundi með náttúruvernd. Ég tek eftir því að þegar ég tala við gamalreynda menn eins og þig og fleiri að þið eru miklu kaltarnar og svartsýnn en ég. Ég er svo Nei, benskur. bara raunsæi, sko, bara maður reynir að vera raunsæi, sko, til þess að því að ef við erum raunsæi þá kannski getum við fundið eitthvað leiði til þess að bæta Já, heiminn. já, og við þurfum líka að halda því til að haga þessi orkuráðherra, hann er búin að halda vinnufundi og hann kallar að vinnufundi með öllum orkugeranum í líki enga búskap, Hann er búin að sína öll sín spil. alveg frá þú veist. byrjun, sko, þannig að hann er alveg Já, heiðalög við með það. vorum á umhverfisþingi og við áttum síðan framhaldsumræður við þann og það komu fram. Já. Skiljið. Já. Þú ert alltaf að hrósa fyrir tal, fyrir orð. Já. En svo, sko, dæmdi hann eftir gjörðum hans. Já, og ég var að því áðan, hann hefur farið illa með rammann. Já. Já, hann hefur gert það. Verr heldur en okkur Já, á já. ríkisstjórn. Já, því miður. Og það er bara, við erum að horfast í augu við það og það er þá umræðum á fyrsta fundi. Hann er í blóðum niðurskurði í loftslagsjónum. En mér, mér finnst það, bara ég bara kemur óvart. Sko. ótrúlega ég set fallegt bara stjórn Stefán á Jón þetta. hvað úr Bjartsýn og mér finnst það æðislegt. En Gamli maður, fulltrúi gamla fólksins. Nei, en ég er samt alveg einhver leiti sammála Stefáni og þetta er örugglega ég að vera ung og lífsglöð og eitthvað. En þú veist, hann er góður með orð og það er gott að tala við hann umhverfisráðherra. Já, persónur eru ekki til umræðu, Já, heldur en bara sko, stefnur. nú kom ég inn í þessi mál rétt eftir að Guðlaug Þór hætti og það var ég búin að heyra ýmislegt og mér finnst náttúrulega bara, eða, veist, ég verð að segja það er náttúrulega allt annað að díla við þennan umhverfisráðherra heldur en sá sem að var á undan. Já, Það hefur orðið breyting og ég... Við Það er höfum ekki eitthvað allir vinir samráð. vinir. En við verðum náttúrulega líka að fagna því núna að hann ætlar að hafa einhverju svona fundi af því að við erum búin að vera að tala Það er fyrir bara því. það. Ekki að Dásamlegt. fagna fundum, erum við líka Nei, Við getum en fagnað fagnað litlum skrefum. Guðmundur, Erum við mundu hvað við ánægð með komum. þessa Við komum- regnbola sem að falla frá honum? Við stóðum út eftir kuldanum og engi vildi tala við okkur, máttum ekki vera með. Nú erum við komin inn fyrir og fáum kaffisopa. Já, það er líka ekki sem við hlusta á okkur ef við erum bara að væla. Það er bara Það er ekki árangur. Ég Það segi er bara fallegt að vera En það jákvæð. að fá samráðsfundina sem er einmitt út í, ég var nú að skipuleggja þetta umhverfisþing og sérstaklega samráðslutana því, það var náttúrulega ákallið frá okkur, náttúruverndar og loftslags sinnum sem að þanga mættu að fá þetta samráð sem að er þó loksins komið sem að var ekki í tíð fyrri ríkisstjórnar sem við getum þó fagnað. En það sem að ég hef líka miklar áhyggjur af og sem að kemur fram, þú veist, í okkar tali er sko að hvaða er lítil gagnrýni og heimildavinna bara hjá fjölmiðlum í landinu hvað varðar ákvarðanir stjórnvalda. Að það er verið að segja eitt og gera annað en það er ekki þekking innan fjölmiðla heimsins hjá fólki sem þar starfar til þess að spotta það. Það eru við í náttúruverndarsamtökunum sem er að vinna flest bara sjálfboða vinnu og erum í mörgu öðru sem þurfum alltaf að taka boltan og alltaf að reyna að berja, senda einhverja umsagnir, vera með einhverja áskoranir vegna þess að við erum líka, þú veist, við erum einhvern hluta vegna með fjölmiðla umhverfi sem er ekki að taka á þessu og sem er ekki gott að vinna. Ég tók eftir að þú sagðir að þessi þáttur er skipulaður af fólki sem hefur áður starfað í fjölmiðlum og maður hugsa bara af hverju er þið ekki ennþá starfað í fjölmiðlum? Þú veist, af hverju er þið ekki bara hérna á MBL og Vísi og RÚV vegna þess að það vantar sérfræðinga í umhverfis- og loftslagsmálum þar. En staðan er líka þannig á svona stærstu fjölmiðlunum að maður hefur stundum á tilfinningunni að framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins fari bara að lesa fréttir sums staðar, skilurðu. Þannig að þetta er orðið svolítið kósí sem það má aldrei vera. Samskipti fjölmiðla við atvinnulífið eiga ekki að vera kósí og maður finnur það líka bara á eigin skinni, mögulega fannst þú það á sínum tíma að það eru svartlistaðir menn á sumum ritstjórnum af því þeir eru í vissri tegunda aktivisma. En það er eitt í þessu, við skulum bara horfast í augu við það. Nú er ég að tala ekki sem umhverfisverndarmaður heldur maður sem fylgist með fjölmiðlum og hef það að hlutastarfi.
sko blaðamennska á Íslandi hefur hrunið. Ekki bara fjölmiðlarnir sem rekstrarform, Nei. heldur blaðamennska sem þekking Þekking, já. og atvinnugrein hefur hrunið. Hún er glatast. Ef þetta væri sauðfjárbúskapur sem hefði farið svona, þá væri búið að halda neyðarfundi. Já, Í alvöru. Já. Þetta er blaðamennska eina grunnstofan lýðræðisþjóðfélags, eins og við þekkjum. já. Spekileiki í svona Já. grundalla þekkingu sem á að flytjast frá Þannig að næstu það er ekki bara, og það er kynslóðum. alltaf að tala um rekstrarhalla á fjölmiðlum og rekstrarvanda. Vandinn er blaðamennskan. Þessi gamla góða, hún er farin. Eða er áundir högg að sækja, segjum það. Nú við fórum eins og fram á það og svo krafa er ennþá bara liggur í loftinu. Ég held að það hafi verið Landvernd sem að laði það fram og er ósköp eðlilegt. Við eigum alveg öfluga og stönduga stóra fjölmiðla að við fetum í fótspor við kannski það er svolítið svona fyrirmyndin BBC og séum bara með alvöru umhverfis- og loftslagsfréttamenn á vakt sem eru sérfræðingar í málaflokkunum. Þekkja þá, við splæsum í íþróttafréttamenn og þingfréttamenn og alls konar rútínu fréttamenn. Og séu flokk á forsíðunni líka, eins og er í erlendu Ég fjölmiðlum. setja það lítið svona merk í hausinn á mér þegar aðalhagfræðingur Íslandsbanka fyrir að tala verðbólguvæntingar og Seðlabankan, skiljiði. Þannig að algjör, það er engin slíkur umhverfismál eða náttúru Íslands eða neitt sem er að gerast í heiminum. Það er engin sem er kallar nú var bara hruni í keisaramörki þessar fjölskyldun á Suðurskautinu og þetta er alltaf að fara til fjandans og fara með að missa þessa tegund. Nei. Það er öllu saman það. Og ég var nú að nefna hvað er að gerast í vistkerfi í Þingvallavatns. Það er engin kallaður inn til að ræða það. En það er eilíft, haldiði virkilega Seðlabanki muni hækka 20 púnta í fyrramáli. Svo þetta er áherslan í samfélaginu. 30 fréttir það. Og það er ekki hægt að skella skuldinni einvörðungu á einhverja ritstjórnir, heldur er þetta bara samfélag sem er gírað inn á að hámarka neyslu sína. Ég er svo sammála og vitið það er eitt sem að til dæmis, það er ein risafrétt sem er bara ekki í loftinu. Jú, það var gerður eitthvað pungur og rætti eitthvað smávís og talaði fuglafræðinga. Það er válisti íslenskara fugla. Nákvæmlega. Hann er svo sláandi, hann er svo skelfilegur og þetta ætti bara að vera í öllum fréttum, það ætti að vera ræðið í öllum skólum. Og hvað er til bragðs, þið vitið? Hrunið í hlutastofnunum með 70% á síðustu 30 árum. Ef svo heldur áfram sem horfir, þetta er skúbb, sem engin fjölmiðl hefur pikkað upp. Og mun ekki gera það. Það verður lóulaust Ísland 2050. Lóulaust Ísland 2050 og reyndar spóalaust líka. Við erum að eyða móðfuglunum. 5% á ári fækkun. Og þetta er staðreyndir sem líka fyrir. En talandum, nú erum við konið í dýraríki út af því að ég er með hvaladellu og ég bara vildi... Já, ég sé það á handleggvinum. Já, ég er með hvaladellu. Ég líka með hvaladellu. Ég er eftir að fara hérna og skammast ég mig. Ég er með hálsmenn. En má ég bara samt nefna með fjölmiðluna, líka bara áhrif fjölmiðla eru allt önnur í dag heldur en bara þetta 2013 til dæmis. Já. Ég meina, þá var það nú okkar gæfa þegar vorum að skipuleggja græningugönguna 1. maí að Gylfi Arnbjörnsson þáverandi forseti ASÍ það tekið viðtal við hann á forsíðu Fréttablaðsins þar sem hann var að skamma okkur fyrir að ætla okkur að gera þetta. Þetta var ekki nógu kurteist við verkalýð í landinu. Vilhjálmur Birgisson svaraði honum síðan að þetta væri bara lýðræðislegt, gott og blessað og þetta var fréttaefni í rauninni sem var þá bara auglýsing fyrir græningugönguna. Mjög gott. Við höfum þá líka þætti eins og Silfur Egils sem bara hafði mjög mikil áhrif á samfélagsumræðuna. Og það komu menn eins og Sigmundur Einarsson, jarðfræðingur hjá Náttúrufræðistofnun, Stefán Arnórsson, prófessor við Háskóla Íslands, sem fóru að tala, mættu í Silfur Egils og töluðu jarðhita og hvernig orkuveitan væri að ofnýta jarðhita upp á Hellisheiði. Og þetta bara hafði raunverulega áhrif á umræðuna. Já. Ég veit ekki hvort að ég veit ekki til dæmis einhverjur háskólamenn í dag sem er að taka þátt í opinberri umræðu og hafa þeir þennan vettvang sem til dæmis Silfur Egils var hérna fyrir nokkrum árum síðan. Þannig ég held að þetta er ekki bara að umfjöllun sé minni, ég heldur líka bara áhrifamáttur fjölmiðla held ég. Aðrar áherslur eins og við vorum að tala um. Dæsir hann? Já, ég dæsir, þetta er sannarlega rétt, áhrifamáttur fjölmiðla er mjög mikill ennþá og
það er þessi þætt Silfrið en þá á dagskrá. Já, en áhorfið held ég sé nú ekki. Kveikur, já, áhorfið er ekki það sem skiptir máli, heldur að hitta rétta áhorfið á þessum þáttum og finna rétta taktin í umfjölluninni. Þannig að það er nú, Kveikur er nú búin að vera að gera góða hluti, rannsóknar blaðamennska þar. Nei, það er ýmislegt í gangi og við mögum ekki afskrifa það, en það er staðreynd, ef maður bara horfir heilt yfir, þá eru fjölmiðlarnir, þeir hafa veikst alveg óbáslega á síðustu 10 árum síðan þeir voru í þessu og blaðamennskan, bæði bara, það þarf að valdefla fréttamenn og blaðamenn og dagskrárgerðarfólk á Íslandi og ekkert bara út frá því sem við erum að tala heldur svo mörgu öðru. En á móti kemur sko að við höfum miklu meira fjölmiðlavald sjálf með okkar samfélagsmiðlum en þá dýfka líka skotgröðnar og skautinu veru meiri kannski. En ég ætla að tala hvali. Já, endilega. Ég ætla bara að segja ykkur það að ég fer reglulega í hvalaskoðun og það er eitthvað sem er ekkert bara fyrir ferðamenn. Það er dásamlegt og ég á mér uppáhalds við Eyjafjörð á Dalvík með honum Freysa og ég fer alltaf í hvalaskoðun og mér finnst alltaf lítið talað þetta fyrirbæri, þessar hvalveiðar, af því þær er ekki hættar. Og Matvælastofnun hefur komist að þeirri niðurstöðu að það sé ekki til nein mannúðleg aðferð við hvalveiðar og rannsóknir sína að hvalir eru mikilvægir í flutningi næringarefna og bindingu kolefnis í hafinu. Af hverju í óskupunum er þetta ennþá í gangi og sérðu fyrir þér að þessu ljúki einhver tíma? Góð spurning. Það er að veiða hval. Það getur verið að það verði veitt sumar. Það var ekki veitt síðustu 2 ár en það er búið að hóta að veiða í sumar. Það er ekki komið á hreinu. En þetta er ekki bara Kristján, það er komið fleiri fyrirtæki. Já, það eru smá hveli, nokkur. Ok, ég er ekki að gera lítið úr því. En Stefán, nú ætlum ég að heyra henni vel. Hún er mannskjan í þessu. Sko, ég náttúrulega byrjaði þessa baráttu fyrir 8 árum. Þá var bara enginn að mótmæla gegn hvalveiðum á Íslandi. Þannig að ég tók það að mér að gera það. Og einmitt virkjaði bara öll önnur náttúruverndar og dýravelferðarsamtök með mér í það. Og þá hélt ég að þetta væri bara svona lokaslagurinn fyrir 8 árum. Sem sagt, að þetta væri bara að fara að klárast. Út í að það eins og þú segir, það eru engar forsendur fyrir því lengur að veiða hval á Íslandi. En við erum enn að berjast fyrir þessu og við höfum nú séð undanfarin 3 ár hvað þetta hefur verið hörð barátta. Það hafa haft stóran hluti í því að bara ríkisstjórnir springa eru þessar hvalveiðar sem er bara, ég hefði ekki trúað fyrir 8 árum. Ég held að þetta væri svona low hanging fruit, bara klárum þetta og við mér séð þegar við sóttum kennitölu, við heitum hvalavinni vernd hafsins. Vegna þess að við ætlum svo bara að snúa okkur á öðrum verkefnum þegar við værum búin að vernda hvalina. En við erum ennþá og ennþá berjast fyrir þessu. En mér finnst samt tiltölulega jákvætt að það er ekki lengur markað fyrir þetta. Það Japanir ætla ekki að kaupa hvalkjöt af Kristjáni Loftssyni því miður vegna þess að þeir eru sjálfir að veiða hval og þeim tekst ekki eins og selja það. Þannig að það sem hann veitti fyrir 2 árum er enn í frystikistum hérna í Hafnarfirði, óselt. Ég og hvalavinir, við hófum náttúrulega herferð í fyrra sem að binda ferðamönnum, ótrúlega krúttlegur bæklingur sem við gerðum og heimasíða bara virði hvala og lunda. Við tókum lundana með vegna þess að þeir eru bara í mikilli hættu. Og það hefði mjög jákvæð áhrif og 70% af þeim veitingastöðum sem við höfum samband við sem við vissum að væri að selja hvalkjöt hættu því. Það eru örfá veitingahús eftir sem við erum núna að herja á að hætta þessu vegna þess að ef við drepum markaðin fyrir þetta þá er þetta bara búið. Það sem að Kristján Loftsson og Hvalur gerir á móti er að fara og gefa veitingahúsum hvalkjöt til þess að þeir haldi þessu áfram. Og heimildamenni mínir hafa sagt mér núna, hann sé að fara að flytja inn 1,4 tonn af hvalkjöti fyrir sumarið til þess að bara gefa veitingahúsum. Nei, frá Noregi. Það er hrefnukjötið. Við höfum náttúrulega ekki verið að veiða hrefnu síðan 2008 og við höfum verið að flytja inn hrefnukjöt frá Noregi og hann er víst innflutningsaðili og sá sem að bara stýrir því til þess að halda þessu á markaði hér. Þó að hann sé samkvæmt rannsóknum
pínu lítill. Hanna Katrín hún má eiga það, hún sagði að hún ætlaði að taka á þessu núna, hún ætlaði að breyta þessu og ljúka þessu í haust. Ég hef náttúrulega áhyggjur að verði veitt í sumar vegna þess að þó að Kristján Loftsson græði ekkert á því, þá hann til alls vís, bara til þess að sína ég með þetta leyfi, ég get gert þetta. Það ekki svona skorti peninga til þess að framkvæma. En auðvitað, þá bara vona ég að það verði ekki í sumar og að Hanna Katrín standi við sitt. Vegna þess að nú höfum við séð 3 aðra ráðherrar sem ætluðu að ljúka þessu og enda þetta en tókst það ekki. Nei. Það verður bara, þú veist, ég veit ekki hvar við erum stödd sem þjóð ef okkur tekst ekki einu sinni að hætta hvalveiðum. Vegna þess að það svo mikil og stærri verkefni sem býð okkar eins og bara vernd hafsins. Við erum búin að vernda hvað 0,07% af hafsvæðinu hjá okkur, en við erum að venda 30% fyrir 2030. Við erum svo rosalega langt frá markmiðinu og ef að svona litlir hlutir sem ætti að vera basic, ef okkur tekst ekki að taka ákvörðun það, hvernig tekst okkur þá að taka ákvörðun 30% af vend lögsögunar sem þú veist, 7 sinnum stærri heldur en landi sjálf. Við erum búin að gangast inn á það alþjóðlega. 30x30 verndastefna Íslands varðandi hafið. Minnstakosti 30%. Vernd hafsvæða mjög mikilvæg á Íslandi og við þurfum að gera það. Það eitt sem hefur algjörlega farið undir radarinn og fólk hefur því miður ekki bara, ég held bara að Ísland hafi ekki pláss fyrir meira en ef ég nefni plastmengun í hafi, sko það grótest hvernig það ástand í heimsöfunum og ekki minna hér. Og ef við erum að tala um hvað, það kom út rannsókn núna nýlega í desember frá Rannsóknastofnun Háskólans á Húsavík, þar sem þau voru að gera grein fyrir plastmengun í hvölum norðan við land. Og þú veist, það ekkert heilagt. Nei, það eru svo margar aðrar ógnir. Nei, við stundum okkur miðað við margar aðrar þjóðir, útgerðar þjóðir, til dæmis varðandi mengun plasts í hafi. Já, við fáum ekkert smá mikið. Fráveiturnar. Já, ég meina útgerðar og svona, sko. Já, sko, veiðafærin það er á réttri leið varðandi veiðafærin. Það er rétt. Varðandi sjókvíaeldi ekkert gert. Og í Noregi það var að koma út bók núna eftir áramóti varðandi plastmengun frá sjókvíaeldi og það meira en frá veiðum. Það þetta örplast sem svo erfitt að hemja. Mesta plastinu kemur frá landi út í haf. Það þannig sem þetta og nei, það alveg rétt að það hafa vorið framfarið varðandi veiðarfærin. Við erum reyndar ekki endurheimtaði mjög mikið. Ég að reyna að vera jákvæður. Það alveg rétt. Sá angi á réttri leið en sko bara ef þið farið upp í umhverfisstofnun og takið fólk út undir vegg og spyrjið hvernig stendum við með varðandi fráveitur? Já, við erum svona á svipuðu stigi og Vestur-Þróunalandinu. Það nefnilega eitthvað sem að ég var bara í kjössalega sjokki yfir þegar ég frétti og eitthvað sem að ungt fólk bara veit ekki af og bara flestir veit ekki af að við hreinsum ekki vatni okkar. Árið 2026 ég var bara, nú lærði ég umhverfisfræði í Hollandi og fór oft í heimsókn í svona water treatment facilities þar sem að ég verið að hreinsa vatn áður en því ég sleppt og ég var bara í sjokki þegar ég frétti að þetta eitthvað sem ekki gert á Íslandi og þetta eitthvað sem að enginn í rauninni veit að því að fólk hefur ekkert mikið áhuga á málum. Vitið það, krakkar, á ég segi ykkur tímur er búinn. Ég ætla að segja ykkur eitt, sko, við þurfum eiginlega hittst aftur. Þetta var en við erum alltaf að fara í grænu gönguna á 15. næstu viku og allir með okkur og ég eftir alveg að tala sko hvernig við varvitum baráttuandann, þú ættir að tala það en já, þannig að þú veist, við varum bara hittast aftur og svo er náttúrulega hálendishátíð í Iðnó kvöldið og mig langar aðeins að heyri ykkur, ég ætla að fara hérna á röðina, áður en við hættum, sko, fyrir hvað gangið þið, fyrir hvaða náttúru og mér langar að heyra sko ykkur tala hvar ykkar hjarta slær með íslenskri náttúru, hvað stendur á skiltinu þínu, það má vera stórt. Já, byrjum bara á þér, Guðmundur. Fyrir hvað ég geng? Já. Sko ég nálgast þessa umræðu ekkert alltaf svona á tilfinningarlegum nótum. Nei, það er allt í lagi samt að má líka. Ég tengi þetta ekkert alltaf beint við eitt ákveðið náttúrusvæði en mér til dæmis
þó ég tengi kannski umræðinu svolítið við, eða tengi við Þjórsárver finnst mér, minna maður hefur séð hvað í gangi þar og gengið eftir efri hluta Þjórsár til dæmis, þar sem eru það, eða ég myndi segja séu fallegustu fossar landsins, sem að Landsvirkjun ásælist ennþá, hefur í rauninni skaðað með því að veita vatni annað og vill ganga ennþá lengra. En hvað það? Við getum gengið fyrir alls konar svæði, sko. En mér finnst við líka bara þurfa að ganga fyrir lýðræðislegri umræðu, að við fáum einhvern veginn svona heilbrigðari umræðu þessu sviði heldur en hefur verið upp á síðkasti sem drifin áfram af stjórnmálafólki og þessum stóra iðnaði sem að orkufyrirtækin eru orðin, sko. Góð punktur. Lára? Já, það kannski kemur ekki óvart, en ég geng fyrir allt ungt fólk íslenskt sem erlent, ungt fólk sem er ungt fólk í dag og muni vera ungt fólk í framtíðinni, líka komandi kynslóðir, sem að mun mögulega ekki einu sinni hafa tækifæri til þess að sjá fallu dýrmætu jöklan okkar í framtíðinni. Já, þegar stórt er spurt, ég gengu auðvitað fyrir hafið. Mér finnst ótrúlegt hvað við tölum lítið vernd hafsins og mikilvægi þess búandi á Íslandi og þú veist við treystum á það fyrir afkomi okkar og bara líf á þessari eyju. Þannig að ég geng fyrir hvalina og lundana og selina og kóralrifin í kringum Ísland og fjölbreytnina í hafinu sem við verðum að vernda fyrir bara eyðileggingu og sjókvíaeldi og öðru sem er að eyðileggja firðin okkar og plastmengunina sem við fórum inn á. Þannig að, já, mér finnst við þurfa að tala meir um hafið og kynna okkur betur hafið. Sem við lifum á. Já. Stefán? Sko, maður þarf að sjá hvað fyrir sér og fallegasta myndlíking, eða meðinfallegri á íslensku er móðir náttúra. Og ef við sjáum fyrir okkur móður okkar náttúru, inn á alþjóðlegu kvennaathvarfi, gul, marin og blá eftir heimilisofbeldi á þriðja gangi í efstu koju í einhverju kitru og ef við getum ekki gengið fyrir hana og bjarga henni úr þessari nauð, þá erum við ekki þess virði að fá að lifa þessu lífi. Já. Góð lokaorð og ég ætla líka að grípa annars og sagðir áðan sem við hafa svo gott og minnst koma inn í þessa lýðræðispælingu að við þurfum að ganga fyrir orðræðina og umræðina að vera ekki lengur á framabraut heldur skilningsbraut og mér finnst þetta að vera skilabóð líka bara inn í stjórnkerfið okkar, inn í fjármagnsöflin og pólitíkina og þetta allt saman að vera á skilningsbraut. En við getum náttúrulega að tala endalist hér við þetta borð enda öll í sjálfboðavinnu fyrir náttúruna og náttúruverndararnir eru margir og þeim fjölgar, ég finn það svo vel og það er gleði í baráttuandanum. Þetta verður geggjugræn ganga í næstu viku. Við hittumst á Arnarhóli á sumardaginn 23. apríl klukkan 1:30 og við göngum saman út í Hljómskálagarð og þar höldum við fund og hver og einn gengur fyrir sína náttúru, sín öræfi, sitt haf, sitt villta lífríki, sínar heiðar og sitt votlendi. Og mömmu. Og mömmu, móður náttúru. Og svo verð ég að minna á að því mér hef bara sagt að gera og mér er það ljúft og skylt að minna á að það er hálendishátíð í Iðnó þá kvöldið og ekki veitir af og samtal út í Norræna húsi við pólitíkina að þetta verður dagur náttúru. Það verða frambjóðendur frá stóru sveitafélagunum á höfuðborgarsvæðinu, sitja fyrir svörum, allir velkomin í Norræna húsið. Já, og bara taka daginn frá fyrir Náttúru Ísland, sumardagurinn fyrsti, því svo hlaupum við öll út í sumarið á náttúruna. Krafan hálendisþjóðgarð, hún hverfur ekki, hún verður bara hávarari og þarna á hálendisháttíðinni verður nú aldeilis listamenn sem stíga á stokk, það verður kusk og óviti, lúpína, Guguzar og Daði Freyr og okkar eini sanni Byggi Vera sem er í stjórn Landverndar. Og ég bara segi tryggja ykkur með á hálendisháttíðina kvöldið. Grænaborðið þakkar ykkur hjartanlega fyrir komuna, mikið verða gaman, við gerum þetta aftur. Og svo hittust við bara öll á Arnarhóli á sumardaginn 1. og göngum saman undir grænum fánum í grænni göngu og ég ætla að vera í grænu. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk.